lesa bara. Já, vers 12. Þegar hann heyrði að Jóhannes hafði verið tekinn höndum, hélt hann til Galileu. Hann fór frá Nasaret og settist að í Kapernaum við vatnið í byggðum Sebúlons og Naftali. Þannig rættist það sem sagt fyrir munn Jesaja spámanns. Sebúlons land og Naftali land við vatnið, landið handan Jórdanar, Galilea heiðingjana. Sú þjóð sem í myrkri sat sá mikið ljós. Þeim sátu í skuggalandi dauðans ljós upprunnið. Ég langar að stoppa aðeins hérna við þetta út af því að þarna Jesús bara farin að koma sér fyrir. Þetta oft talað Kapernaum sem heimabæinn hans. En í rauninni það sem hann gerir hann fer bara og kemur sér fyrir og Halldór Laxness talaði það sko, eitthvað mér svo ef að hann þurfti ekki að vera frelsari heimsins þá myndi hann bara stofna trésmíðaverkstæði í Kapernaum og bara hafa gott líf sko. Já. En það var ekki það sem lá fyrir honum. Og þetta líka þessi tilvitnun í Jesaja, þetta er Jesaja 9. kafla. Það hefur oft verið notað líka svona, þú veist, í landi náttmyrkranna stendur í Jesaja. Og menn hafa verið að spá yfir Ísland einhverju vakningu af því að Ísland sé land náttmyrkranna því að það alltaf svo lítið sólarljós hérna. Já. En það augljóslega verið að tala Galileu, þarna, Sebúlonsland og Naftaliland. Þannig að eitthvað svona smá á þetta þá við Ísland eða erum við að fara lengur en vitað er? Það þarf alltaf að gera eitthvað svona. Já, einmitt. En þarna rættist allavega annars spátumur sem að Jesaja talaði að þessi landsvæði ekki skilin eftir, sko. Já. Þetta bara svona persónulega tengt af því að mér finnst svona spátumar alltaf svolítið pirrandi þegar þeir eru teknir samhengi. Já. Ok. Já. Og upp á þessu tekur Jesús að predika og segir gjörið yðrun himnaríki í nánd. Og það alveg samtenging á milli þess að Jesús lagði af stað þarna þegar hann heyrði að Jóhannes hafi verið tekinn höndum og svo fer hann að predika nákvæmlega sömu predikun Jóhannes. Gjörið yðrun himnaríki í nánd. Það sé einhver tenging á milli þess, eða? Já, heldur betur. Það er raun og veru nákvæmlega sama útfærslan. Við getum copy-pasta versin hlið frá 3. og 4. kafla að segja báðir saman hluti. Já. Og er síðan endurtekið að Jóhannesi og síðan endurtekið að Pétri og síðan endurtekið að þessum apóstolunum sem að hafa bréf fyrir utan Jakob. Hann einu sem að þetta ekki. Já. Þetta er alveg grundvallar boðskapur, sko. Já. Og sumir líka vilja tengja sko að því að Jóhannes var svona tekinn af sjónarsviðinu, hvort að Jesús hefði svona fylgt í fótspor hans í rauninni. Já. Þess að Jóhannes sagði hann var náttúrulega að greiða veg drottins. Einmitt. Og þegar lærisveinarnir spurði Jóhannes af hverju skýrir hann núna. Já. Og þá kemur hann dæmisönnur brúðgufan og hann segir, þú veist, ég er kominn út til þess að greiða hann veg og hann, starfsemi hans, á að aukast og mín á að minnka og setti þessi sjónan til hliðar. Predikaði einu sem mér varst svo áhugavert og það einhver pastor tilbúinn að stíga til hliðar og segja ég á að minnka og þessi á að stækka sem að rísa upp í söfnuðinu sem meiri eldmóð en hann sjálfur. Já. Það predikaði einu sem í sitt þér. Já, skemmtilegt. Og líka bara einhvern veginn að Jesús svona, þetta er svona eins og Jóhannes tekur keflið og hleypur með þetta og fólk fer að taka skipni í honum. Já. Og svo svona tekur Jesús við og tekur þetta lengra, sko. Já. Þannig að þó sé mikill munur á þeirra hugmyndafræði og fleiri. En ok, hann er alltaf að taka vega á honum sín. Hann er búinn að undirbúa vega hans. Já. Já, vel. Einhver annar að lesa frá þessi 18? Já. Já, það var rétt með Símonin, eða 5 sig. Já. Ok, bara ég segja hvað það segja sko. Tala um íslensku hér. Má sjá, frá 18. Já. Hann gekk með Galileuvatni og sá 2 bræður, Símon, sem kallaður var Pétur, og Andrés, bróður hans, vera að kasta neti í vatnið, en þeir voru fiskimenn. Hann sagði við þá, komið og fylgið mér, og ég mun láta yður menn veiða. Og þegar í stað yfirgáfu þeir netin og fylgdu honum. Hann gekk áfram þaðan og sá 2 aðra bræður, Jakob, Sebedíusson og Jóhannes, bróður hans. Þeir voru í bátnum með Sebedíu, föður sínum, að búa net sín. Jesús kallaði það. Og þeir yfirgáfu jafnskjótt bátinn og föður sinn og fylgdu honum. Já. Það er alveg margt skemmtilegt þessu. Já, þú last ekki rétt af þýðinguna, sko. Hvaða þýðingur þú? Þú lest sko út af þessu svolítið vitlaust. Nú?
Mitt var alveg eins. Já, sko, þegar þú last sko að þeir yfirgáfu bátinn, hjá mér stendur yfirgáfu Seits veiðistangina. Já, einmitt. Ég sagði líka að köstur af sér Sims-vöðlunum. Já, köstur af sér Sims-vöðlunum, lögðu frá sér Seits-stanginar og fylgdu honum. Já, einmitt. Einmitt, þetta ekki auðlýsing fyrir veiði þetta. Nei. En ok. En það sem merkilegt í þessu líka að þarna eru tveir sem eru að kasta neti í vatnið og þeir voru fiskimenn. Þannig að þeir voru orðnir nógu gamlir til að vera bara sjálfir að veiða með sinn bát og svona. Og svo hinir, Jakob og Jóhannes, þeir voru með föður sínum af því að þeir voru mættilega óþefndir eða ekki búin að taka, hvað heitir þetta? Misma. Bar mitzva, já. Þannig að þeir hafa verið bara undir 14 aldri. Já, mjög ungir. 12 ára kannski. Já, hvaðan kemur það? Það bara, allir gyðingar náttúrulega strákar, lærðu Tóra og þeir voru svona ákveðnum aldri sem þeir lærðu Mósebókarnar og svo eru þeir eldri og þá voru sem sagt, þetta bar mitzva, þá voru þeir svona eins og fermingi okkur, teknir í fullorðna tölu og svo allra bestu. Ég meina tengingin að þeir hafa ekki verið búin að því að þessu tíma. Hann var komið á punktum. Já, nei, tengingin svo að þeir voru ennþá að vinna með föður sínum af því að þeir strákar voru alltaf bara að vinna í iðn föður síns. Upp á þeim aldri. Og lengur. En þeir sem voru bestu námsmennirnir og rabbinirnir sáu einhverja, Hrafngill er rosa klár og hann gæti orðið rabbini og þá segir hann rabbininn við Hrafngill, kom þú fylgdu mér og ég ætla að hjálpa þér að læra meira og þú verður alveg eins og ég. Kannt allt það sem ég kann og kannski með hóp af strákum sem eru að fylgja honum og læra honum. En síðan allt í einu kannski sést að Hrafngill er bara meðalgreindur og það er bara einhver annar sem er betri. Þá segir hann bara við Hrafngill, þetta er orðið fínt, farðu nú bara aftur og vinna við föður þitt, skilur. Þá færi hann tilbaka og myndi vera veiðmaður. Það er að segja, ef að Sibris var pappa hans. Þannig að þeir eru, það lærðu náttúrulega allir einhverjur iðn og einhverjur svona, að lifa af sko. Og þeir voru bara svo litlir, þannig að. Það var svona. Já. Ég hann að sá alltaf fyrst fyrir mér að þetta væri svona harðnaðir menn sko, sem að fylgja í Jesú. Á 30-samtöndum? Já, bara fullskeggjaðir, fullvaxnir kallmenn sem að gæti bara tekist á við heiminn sko. En þetta voru bara unglingar og strákar sko. Já. Það breytir svolítið hvernig maður lest það allavega, fyrst mér. Það er að gera ótrúlega krefjandi hluti sko. Já. Svona. En hafið eitthvað hugmyndir þetta, ég vil láta þau menn veiða? Já, náttúrulega þau farum boðskapinn áfram Guðsríki. Að leiða menn af Jesú og eiga samfélagið Guðsríki. Já. Fá fólkin í Guðsríkið. Já. Ættu að lesa áfram, Hagver? Já, númer 24 þá ekki? Jú. Hann fór nú alla Galileu, kenndi í samkvæmdu þeirra, predikaði fagnaði ríkið, læknaði hvers kyns sjúkdóma og veikindi meðal lýðsins. Orðstír hans barst allt Sýrland og menn bærðu til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum, kvölum, voru haldnir illum öndum, tungsjúkamenn og lama og hann læknaði þá. Mikill mannfjöldi fylgdu honum úr Galileu, Dekapólís og Jerúsalem, Júdeu og landinu handan Jórdanar. Ok, fyrsta spurningin. Jesús er sprelljandi hana. Og við tölum alltaf að predika fagnaðarendi, þá að sko, Jesús hafi dáið fyrir syndir okkar og risið upp frá dauðum og þú veist, við erum að trúa á hann sko og bara fara með alla syndir okkar á krossi. Það hafi ekki gerst þarna. Nei. Og hann að segja að hann predikaði fagnaðarerendið ríkið. Hvert er það fagnaðarerendið? Fagnaðarerendið komu hans. Ég var ekki að spá í þessu. Já, það er líka fyrir. Ríkið, þá hann að segja sko, hann var að tala sko gjöru yfir himnan í gerð nánd. Hérna predikaði hann fagnaðarerendið ríkið. Hann er ekki búinn að fara á krossi. Nei. Hvert er það fagnaðarerendið ríkið? Já, einmitt. Og raun og veru var hann að boða það hluti alltaf sem að koma skildu í spámanlegum og móðum. Þú veist, þegar hann sagði í 3. kapítli til Jóhannes að eins og Móse hófu höggvarinn einum svo með mannssonur upphafinn verða og þeir skildu þetta aldrei og skildu þetta jafnvel ekki svona eftir á. En þetta var fagnaðarerindi sem hann boðaði var hann á komin þarna og hann gaf þeim táknin
komun hans með því að lækna sjúka, kasta dýrlega öndum og hreinsa líkþráða og þess háttar. Já. Þannig að, já, bólaði kraftinn. Skemmtilegt að þegar við erum alltaf að tala sko, fólki sem liði á tímum Gamla testamentisins, hvernig frelsaðist það. Já. Það var alltaf sama, það alltaf trúði á Messias. Og við trúum á hann úr framtíðinni, þeir voru tilbaka. En þeir voru fyrir Krist og þeir voru fram á veginn. Þannig að þeir voru alltaf að trúa á hjálpræði Guðs. Það var alltaf fyrir þessa trú sem að menn hólpni, sko. En til að víkka svo spurningu, er fagnaðurinn bara það að hafa þessa trú og þessa tengingu eða er það eitthvað svona meira í þessu? Ríki Guðs? Fagnaðurinn meira en trú? Ég skil ekki spurninguna. Meira en það að vera hólpinn fyrir trú? Meira en að vera hólpinn fyrir trú? Já, meira en að segja já, ég trú Jesú og ég er bara vonveitt til hefðin, sko. Já, það svolítið meira. Já, það svolítið. Og líka því að hann segir menn farið til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum og kvölum, voru haldir illum öndum, tunglsjúka menn og lama og hann læknaði þá. Þannig að hann ekki bara að segja eitthvað, hann að færa Guðs ríki til fólksins. Þegar fólk kom til hans og það var lasið og hann læknaði þá var það ópenbarun á Guðs ríkinu. Já, fældi því. Já. En mér finnst orðið samt svolítið tunglsjúkla menn skemmtilega. Ég manni skoðaði eitthvað og það svolítið flippa orð. Tunglsjúkur? Já, það ég manna þetta ekki alveg. Það er lunatic hjá mér. Já. Ég hélt alltaf fyrst að það væri bara eitthvað svona geðsjúklingur, sko. En það vist eitthvað sem tengist flogaveiki. Þannig að menn fara í svona flogakost. Og blöðurum. Já, og menn gátu ekki útskýrt aftur þegar þeir voru. Og sumir vildu halda að það væri bara eitt landa, en það greinilega aðgreining á milli þess að vera tunglsjúkur eða haldinn sjúkdómum eða vera haldinn illum öndum. Og ég man eftir að ég var að tala við einn þjóðkirkjuprest daginn sem var doktor í guðfræði og var að kenna biblíuna. Hún vildi meina það að Jesú væri bara svo illa menntaður að hann áliti alla sjúkdóma að vera komna frá illum öndum og þetta væri bara svona orðalag, já hann var kannski bara með skizofreni og þú veist, það var bara að tala að hann væri andsetinn. En núna vitum við betur. En þarna talað að Jesú var læknir það sem voru sjúkir og þeir sem voru andsetnir og þeir sem voru tunglsjúkir. Og þannig að hann gerir greinilega mun á milli. Og við höfum bæði söguræði þegar hann rekur til landa og þegar hann læknar fólk sem ekki haldið illum öndum og þá hann ekkert að reka út af þeim. Hann bara segir vertu heitli í Jesú nafni. Rétt út höndina eða kona sem var með blóðláti sem snerti fall klæðans, hún var heil fyrir trú sína. Það voru engin illir andar í því, sko. En þannig að ég spyr, haldið þið eða við að illir andar séu raunverulegir? Já. 100%. Hefur ykkur sérstaklega reynslu af því? Já, ég hef það. Fyrir mér illir andar bara raunverulegir eins og ég sé ykkur sko. Já. Það sem þeirra fyllt mér nánast alltaf líf. Ok. Og hvernig getur þú séð það og útskýrt það? Byrjaði þegar ég var bara unglingur. Fekk ég árásir á nættum og svo leys. En það var ekki fyrr en rauninni þegar ég fór þessa göngu sem að fór að auka svona svakalega. Og ég fór að sjá það, ég hafði aldrei séð það áður. Bara tala við það en aldrei séð það. Það var ekki að sjá það bara. Þannig að, eins og ég segi, fyrir mér þeir hjálpa raunverulegir. Og það sem ég sjálf búinn að díla við og komst að fyrir árið síðan að ég væri með það. Þannig að ég hef mikla reynslu af þessu, já. Og við alveg staðfest að þeir eru í kristna fólki líka. Já. Og ekki eins og sumir vilja meina þessu bara í ókristna fólki. Svona alveg full. Þannig að þú segir að þú hafir verið með þá. Ég er ekki að fara til yfirleitt. Nei. Ok. Þetta er búið að fara úr mér, þannig ég bara, já, þetta er prósess. Það er eitthvað því sem ég læri líka, þetta er prósess. Ég var mjög óþolinmóður í byrjun, ég þetta væri eitthvað bara one way thing, en það er ekki. Þetta er langt prósess að þegar við erum að díla við, sko, það er ekki bara að reka í landa, þá þarf að brjótast úr stróngholdin eru erfiðust. Já, akkurat. Þú veist, það er erfiðust, það er eitthvað sem gerist ekki á einu nóttu, sko. Nei. Þannig að, já, þetta er ekki byrjun áttverði. Já, það svona, eiginlega flestir sem maður þekkir eiga eitthvað svona draugasögu
eitthvað sem hefur gerst yfirnáttúrulegt og einhverjum pungar og svona, þannig að ég held að Íslendingar ætti mjög auðvelt með að trúa því að þetta séu illri andar. Já. Ef þeir bara kalla það ekki alltaf sömu nöfnum, sko. En ég sé að fólk umbreytast þegar illri andi svona tekur yfir og bara talar í gegnum fólk með annarri röddu og öðru svona augntilliti og segir alls konar hluti sem þessi manneskja myndi aldrei segja, sko. Og bara þurfti að halda fólki niðri og einu tíma voru 4 kallmenn að halda einn gaur niðri sem var bara blótandi og skipandi á fyrir alveg brjálæður. Og það var að reka út á honum. En svo fékk maður sér kaffi með honum, þú veist, alveg tíma og þá var hann bara ógeðslega skemmtilegur og myndað maður og svo blíður og þetta var ekki sami maðurinn, sko. Og hann var ekki með eina geðsjúkdóma, sko. En málega fólk sem ekki upplifað þetta, að þau eiga mjög erfitt með að trúa þessu. Það er alltaf mjög einstakt. Þau trúa að þetta sé dáið fólk sem ég sjálf trúði. Þegar ég var að fá fólk inn til mín á nætuna, þá hélt ég alveg að ég ætti alltaf að vera dáið fólk. Þetta er komst að þetta vera allt djöflar. Það er mjög margir sem trúi því. Og ég hef reynt að tala um fólk sem trúir þessu að þetta sé dáið fólk, en það er alveg saman hvað ég segi. Þau trúi því. Þau trúi bara að þetta sé dáið fólk. Já, ég kem líka á svona uppeldi. Sem er stendur skýrt í biblíunni að dáið fólk er ekki hér meðal okkar. Ég ólst upp við það einmitt að, þú veist, að bara þegar fólk deyr þá er það bara meðalost bara og það bara amma og afi vappandi hérna og fylgjast með og eitthvað. Og ég farið til miðla og þú veist, amma mín og afi voru í þessu sko líka. Þannig Íslendingar eru með auðtrúa. Við trúum á álfa, við trúum á alls konar svona sögur. Kannski líka þetta svona þægilegt að trúa á þetta, þú veist, já, amma mín hérna, þú veist, finn fyrir henni og alls konar skilur. Sem að ég er með skiljuleg, eins að djöflar geta gert þetta, sem að finna lyktina ömmu sinni. Þeir hafa gert þetta með þegar amma mín var á spítalanum, þá hélt ég að amma væri dáin, þegar hún var hjá mér í rúminu og ég trúði því. Þar til ég hringdi hana og ég var hágrátandi og hún svaraði símann og við sitja voru þeir. Ég man einhverju eftir að amma mín dó og þá var mitt allt í hennu, pabbi sat við eldhúsborðið og uppáhaldsblómið henni ömmu var liljur eða eitthvað slags. Því hún bara fylltist, hún fann bara lyktina af þessu. Í dag þegar ég hugsaði tilbaka. Þeir nefnilega geta gert þetta. Já. Það sem ég held að vantar líka, bara vantar svo mikið umræðu með þetta. Þess vegna á fólk með erfitt með að trúa þessu, þetta er svo lítið talað þetta. Já, og þetta er líka að tala niður, þú veist, þú ert bara ekki nógu klár ef þú heldur að þetta séu djöflar, en þú getur alltaf að halda þetta sé amma þín. Líka bara þú veist bara ekki vera svo í þessu, þú veist, berti bara fókus um Guð. Jú, auðvitað við að gera það. En ef þú þekkir ekki andstæðingi, hvernig ætlar það að berjast við það? Það er ekki hægt. Svo er þetta líka ákveðin huggun hjá fólki, þú veist, foreldri deyr eða systkini eða eitthvað bara ná að náttúrulega. Það er bara svo gott að vita að hún er ekki alveg færð. Og jafnvel talar við viðkomandi. Þetta sem eigur það líka, vilja halda þetta. Haldi minninguna á. En það er alltaf auðvitað að það er fullt af andlegum hlutum í gangi og það eru til illir andar og Biblían tæklar á þannig að rekum þeim burtu. Þeir eru ekki vinnur okkar. Þeir reyna oft að vera vinnur okkar. Þykjast vera. Og eins og allt þetta New Age sting í dag, þú veist, bara rosalega hvað búið aukast mikið. Þetta er bara, þú veist, accepted það. Bara að sjá hérna, hvað heitir þetta, Dreamcatchers bara í einhverjum glugga sem að dregur bara að döfna. Nákvæmlega. Og það er líka verið svo skrítið að margt kristið fólk leitar í þetta, sko. Og þessi miðlarbrot var líka á sínum tíma kynnt, sko, inn í þjóðkirkjuna þegar það var ekki nú mikið andlegt í gangi. Og þú veist, er fólk kannski bara andlega, bara, hvað maður segja, svo það er svo fyrst, það fær ekki neitt, þú veist, það vantar svo mikið eitthvað andlegt sem það finnur ekki í trúnni að það fer að leita í einhverja aðra hluti sem það veit að það eru rangir. Það er svona stórt. Heldur þetta fólk vita að það sé rátt? Sumir. Ég veit manneskjur sem eru kristnir og eru kannski að byggja eitthvað, leita Guðs eitthvað, fá ekki svörin sem vilja og þá fara þeir að leita sko. En þá fá þeir svörin sem vilja, skiljum. En það verður náttúrulega bara, þú veist. En veistu hvað ekki meikilegt sens, ef þú veist sannleikann, þá veistu að þú ert að fá svör frá djöflunum. Djöflunum vita allt hvað sem er. Þú ert að vita það, djöflunum er búin að vera með frá fæðingu, þau vita allt lífið. Og bara... Þannig að það átt að vera eitthvað surprise ef þeir geta sagt þér eitthvað. Nei, nákvæmlega. Fólk kýst bara einhvern veginn að trúa því ekki einhvern veginn.
þú veist, þetta séu töflur, þú veist bara, ég held sem var. Já. Prófa þetta sé Mér finnst líka en kannski bara ekki tala náðu mikið þetta í kirkjum. Nei, ekki En það fólk sé ekki á Íslandi alltaf. Nei, ekki á Íslandi. Það vantar meiri umræði á Íslandi. Það er líka bara eins og miðla að bara gleypa þetta með framtíðin er bara stór hættulegt. Þeir geta sagt alltaf fortíðina en svo þeir sagt alltaf framtíðina sem þeir geta ekki veit en þeir geta skapað það trúir því. Þeir trúir líginni. Já, bara curses í rauninni. Já. Já, það er bara hún. Ég farið til hérna spámiðil og hún sagði bara alls konar. Svo er ég náttúrulega búin að brjóta það og bara brjóta þessa börnuna sem það var kannski. Já. Þetta er eitthvað sem er alveg hægt að taka bara heilan klukkutíma að ræða alltaf. Nefnum að lesa aðeins áfram í Matthíasarguðspjalli. Já. Hvað er fjallræða? Númer 50 kafli. Já, 50 kafli vers 1. Hvað er það að gefa þessu? Já, ég get ekki næst það. Já. Þegar Jesús sá mannfjöldann gekk hann upp á fjallið. Þar settist hann og lærisveinur hans komu til hans. Þá hóf hann að kenna þeim og sagði: Sælir eru fátækir í anda því að þeirra er himnaríki. Sælir eru syrgjendur því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hógværir því að þeir munu jörðina erfa. Sælir eru þeir sem hungra og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu sættir verða. Sælir eru miskunnsamir því að þeir munu miskunna verða. Sælir eru hjartareinir því að þeir munu Guðs sjá. Sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætis sakir því að þeirra er himnaríki. Stoppa hann aðeins. Það er ekki. Já, við reyndar blindum að fara yfir hérna síðustu versi 4, þar sem að hann var að segja að það kom mannfjöldi til hans bara alls staðar að úr Jerúsalem og Dekapólis og hérna og þar. Og það var kannski svona samhengislaus hópur, það er að segja að það var ekki hópur kannski sem áttu margt sameiginlegt, þetta er fólk úr öllum áttum. Og það er eitt sem er svolítið svona lýsandi við Guðsríkið. Þú getur verið með Matteus sem er tollindamaður úr efstu stéttum samfélagsins á fullt af peningum og svo einhvern sem er bara búinn að vera bettlari og allt öðrum standard og þeir eru samt bara jafningjar þarna í að fylgja Jesú. Og það er einhvern veginn allir sem að laðast að honum, til koma og þið geta fundið eitthvað sameiginlegan svona einhverja tengingu, Og þarna, það hefur kannski verið svolítið skrítið fyrir svona þessa farisea og fræðimenn að sjá allt í einu fólk koma sem átti ekkert heima inn í Guðs ríkinu, kannski óhreint fólk sem gat ekki verið í munsturinu og svona fólk leit niður á, Og svo núna þegar við lesum hann í fyrsta kafla fyrsta versi 5. kafla, þá segir hann, þegar hann sá mannfjöldann, gekk hann upp á fjallið. Það settist hann og lærisveinar hans komu til hans. Þá lauk hann upp munni sínum, kenndi þeim og sagði. Og þarna túlka ég þetta þannig að þegar hann fékk lærisveinar til sín, hann sé að kenna lærisveinunum, ekki öllum þessum mannfjölda. Þegar þeir eru búin að sjá þetta mannfjölda sem kom, þá fer hann tryggt og sitt í hlés upp á fjalli og fer að kenna lærisveinunum. Og hérna, mér finnst líka gaman að hann fari upp á fjallið af því að ég held ég var minnst á þann daginn að hann Matteus sé svolítið svona að kynna Jesú sem Móse, eða sem annan Móse og Móse fór upp á fjallið til að fá steintröfluna með boðorðnar 10. Hann fór upp á fjallið og heyrði til Guði og þarna er Jesús að fara upp á fjallið með lærisveinunum og segja, þetta er svona svipað koncept, Þannig að hann er að kenna þeim á fjallinu alveg eins og þegar Móse fór upp á fjallið og tala við Guði. Og svo segir hann, sælir eru fátækir í anda því að þeirra er himnaríki. Sælir eru sorgbittnir því að þeir munu huggaðir verða. Og ég fannst þetta rosalega ruglingslegt út af því að ég hélt alltaf að ég ætti að vera sækist eftir því að vera fátækir í anda eða sorgbittir þá af því að það væri himnaríki mitt, En það er alls ekki það sem hann er að segja, heldur er hann að tala við lærisveinana og segja sælir eru fátækir í anda því að þeirra er himnaríki. Og ég hugsa, kannski er eitthvað af þessu fólki sem að safnast saman úr öllum þessum áttum, fátækt í anda og hann er að segja við á strákar, Guð er með þeim líka, þeir eru blessaðir og þeirra er himnaríki, við skulum ekki horfa það að þeir séu eitthvað niðurdregnir núna og svona þungir, af því að Guð er með þeim samt, ekki bara þegar þeir eru búin að
eyðast alla synda sína, búin að laga líf sitt og allt komið í lag og þeir eru búin að gangi gegnum sorgina og orðnir brosandi, þú veist, þá sé Guð að taka við þeim. Hann með þeim, þú veist, þeir eru sorgmæddir og þegar þeir eru, þú veist, upplitslágir. Þannig að það er svolítið svona hjarta Jesú að mæta fólki hvar sem það er, sko. Og ekki útskóa eitthvað frá Guðsríkinu út af því að þeir eru kannski ekki í svona besta formi, sko. Já, þú veist, þetta er svona ákveðin hugmynd. Já, þetta er mjög góð punktur. Já. Og líka þegar að segja sælir og þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, það hljómar rosalega eftir sem að já, ég vil bara réttlæti og eitthvað. Þeir munu sætti verða en það gefur líka auðverið að þá kannski hafa þær orðið fyrir óréttlæti. Það er einn hugmyndin. Og svo líka, nú er bara svona að kasta fram hugmyndu, og líka einhvers staðar las ég að þetta getur þýtt að sælir þeir sem að, þú veist, þrá að breyta rétt og gera það sem er rétt. Já. Þannig að, já. Og eitt sem er mjög skemmtilegt hérna í það er 9. versið. Sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs börn kallað að verða. Nú vill sko Donald Trump verða friðflytjandi, hann er bara að gefa það út. Já. Og hann er að reyna að koma með frið á milli Zelenskís og Pútíns og er það eftirsóknarvert. Pútín er örugglega ekkert ánægður, Zelenskí er ekki mjög ánægður og hann er einhvern svona að reyna að hjálpa báðum sko að leiða það saman á samningaborðinu en hann er samt bara skúrkurinn allt í einu. Af því að, þú veist, þeir eru báðir farin í fylgjum sko. Þetta er ekkert auðvelt hlutskipti sko. En það segir eitthvað sælir eru þeir sem ofsettir eru fyrir réttlæti sakir því að þeirra er himnaríki. Þannig að, já, Guð er líka með þeim sko. Og erum við búin að lesa þetta, hvað segir það? Nei, þú stoppaði. Nei. Já, hvað segir það? Sælir þér þá mennsmanna yður, ásækja og ljúga á yður öllu illum mín vegna. Gleðjist og fagni því að laun yðar eru mikil á himnum. Þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. Já, þetta er eiginlega bara loforð það, þú veist, þá er menn smánaðir, ofsækja og ljúga. Þegar að fólk rís upp gegn ykkur. Þannig að þegar þið farið að lifa í Guðsríkinu og farið að sýna miskunn þeir sem eru þurfandi og taka utan þá sem að aðrir hata og sýna kærleikaverki til fólk sem á það ekki skilið. Og það mun móðga marga og það mun bara fá fólk á móti ykkur. Það bara hefur alltaf gerst. Ég segi þetta, ef þú bara engan á móti ef ég sé gunga þá gerir bara nátt. Já. Þetta er þannig. Ég man ekki hver það var einhver svona frægur predikari sem var svona svolítið áflutur í einandi og hann lendi í því, hann var búinn að vera heila viku að predika fagnaðarerindið og það var enginn búinn að vera að kasta steinum í hann eða, þú veist, gera árásir á hann þessum hann var að tala og hann var komin á bæn bara Guð, það er ekkert að gerast, það er enginn að kasta grjótum í mig mér að predika, þú veist, hvað er ég að gera rangt? Það er svolítið ekstrím. Já, þú veist, hann bjóst á veiði og það er sem gerðist, sko. Já. Þannig að við getum búið sér eitthvað svona heit postum og svona attitúdi. Potið. Sérstaklega þegar við ferum með milla anda, það er mjög þetta. Já. En ok. Þeir eru saltjarðar. Þér eru saltjarðar. Ef saltið dofnar, með hverju á að selta það. Það er þá til einskis nýtt, menn fleygja því og troða undir fótum. Þér eru ljós heimsins, borg sem að fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikerr heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljós yðar með mannana að þeir sjáu góð verk yðar og vexa með föður yðar sem er á himnum. Er þetta ekki bara svolítið basic? Jú. Það hefur alveg heyrt rosa mikið að kennslum og svona hvað er að vera saltjarðar og eitthvað. Ég held að sé í þessu náttúrulega náttúrulega sé varðveitast frá maturinn rotnar. Já. Ef hann er ekki seltaður eða varðveittur í salti eins og í gamla daga á þessum tíma. Já. Það er náttúrulega sem hann er að tengja við þarna. Það er eitt af því sko. Og síðan að þið séu ljósið þarna, það er Smith Chuck kom í kennslu um það að
að menn sjáu góðverkin okkar og þau beinast að föðurnum, það skilur eins og þetta sé ekki bendast á okkur endilega, þetta sem er að gefa Guði dýrðina fyrir þessu við gerum. Já. Og síðan önnur kennsla, það eftir í Lúkas og það hann sem hann setur þeirri borg sem stendur á fjalli. Já. Og hún lýs og þú sjá, og það einhver kennsla sem ég hlustaði eftir eitthvað, ég held að það hafi verið Derek Prince, einhver álíka eða hvort það hafi verið skiptir ekki máli, en allavega hann var með þetta og hann var að segja, þú veist, líka, það var svona fara aðeins lengra að rita þér, en kennsla þú svo að líka, þú veist, í þinni daglegu umhverfi að fólk að líta á allar hliðar á þér persónulega, skilur mig, þú veist, það engin hlið sem að sést ekki, það allt í ljósinu. Já. Og já. Það er nú eitthvað þema sem alveg kemur líka síðar, sko. Já. Mér er samt fallegt að sjá þetta fyrir mér, þú veist, ljós að borg sem stendur á fjalli, sko. Já. Það er ekki dulist, þú veist, ef við varum á ferðalagi og þá er að koma kvöld og við okkur vantaði skjól og gistingu, þá sæjum maður svona borg upp á hæð, þá myndum maður, þú veist, já, við getum farið þangað til að fá, þú veist, mat, endurnæringu, hvíld, skjól, öryggi og það er svona ákveðin svona viti, sko. Bara þegar fólk er búin að fokka upp lífinu sinu, já, hörður í kristni, ég ætla að heyra í honum. Já, það gerist nefnilega, margir kristnir hafa lent í því að fólk lendir í einhverju svona skipbroti með líf sitt og þá segja, ert þú ekki kristinn, ert þú ekki til að hjálpa mér eða beða fyrir mér eða, þú veist. Já. Hvernig hljómar aftur því 16. vers á íslensku? Þannig lýsi ljósíðar með mannana að þeir sjáu góð verk yðar og vexa með föður yðar sem er á himnum. Já, draumingjörna að sjá góð verk ykkar. Þú veist, það er sem að bara trúa á Jesú, svo bara halda þið áfram sínu lífi. Já. Þú veist, það eru, þú veist, góð verk sem að hafa einkenna okkur. Já. Ávextinir. Já. Já. Já, við erum líka oft mjög upptekinn af því að þetta snúist bara um trú og það sé ekki... Já, það er það sem ég vil segja. Verkin skiptir ekki máli, en þú veist eins og Jakob segir, þú veist, ok, sýndu mér trúna að verkuðinu, sko. Þú veist, ég held að ef einhver ætti að vera að standa fram fyrir Guði og þá er bara að horfa á líf mannsins og segja, þú veist, það sem þú gerðir í lífinu endurspeglar það sem þú trúir. Það er bara ekki hvað þú segir eða hvað þú hugsar eða eitthvað. Þetta er bara hvernig lifir í lífinu. Ef við trúum því að það sé dygð að vera duglegur, þá er mjög líklegt að samslengur sé að vinna og þú veist, búa eitthvað til, gera eitthvað. Ef hann segir að trúi því að ekkert, þú veist, ekkert skiptir máli sem hann gerir, þú veist, það sé engin Guð og ekkert hafa afleiðingar, þá er miklu líklegra að hann hafi farið, þú veist, brotið á samvisku sinni og brotið á öðrum af því að hefur einhver afleiðingar. Þetta ber allt svona ákveð merki. Við erum ekki opinbera trúna, sko. Svo er það hérna nýtt lögmál. Þú ykkur lesa það, ég held að það sé... Haldið þið ekki komið til að afnæma lögmál og spá með, ég kom ekki til að afnæma heldur upp. Sannlega segir ég þér svona jörgum hinnlífum og ókomning, eitt smástæður stafgóðbandi kyssið, allt er komið frá. Ég sá sem byrja eitt á minnsta þeim og ofan kennir öðrum slíknum minnstur kallast himnaríki. En sá sem að heldur þegar kennir öðrum slíknum mikill kallast himnaríki. Sannlega segir ég þér réttlætið að byrja réttlætið fræðimenn á farisa komist þér aldrei inn til himnaríkis. Ok, þetta líka, þetta er eitthvað sem við höfum að tækla svona sem millikenningar. Við erum ekki undir lögmálinu, við erum undir náð. En hann segir hérna, ætlur ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Þetta er alveg eitthvað sem að, þú veist, hvað maður segja, sem er að ræða í þaula, sko. En hann kom ekki til að afnema lögmálið, og það er önnur orð sem tala um abolish eða destroy eða á enskunni. En hann kom til þess að uppfylla það. Og ég held að það sé ekki það að, hann er ekki að segja lögmálið sé dottir gildi, sko. Augljóslega ekki. Og þetta ruglar það svolítið. Enda talar Jóhannes í Jóhannesarbrifinu skýrt það fyrsta Jóhannesarbrifi að synd er lögmálsbrot. Til þekking kemur á synd fyrir lögmálið. Og síðan heldur Páll ennþá að grafa undir það líka, staðfesta það. Lögmálið sýnir okkur hvað er rétt og hvað er rangt.
En hann segir sko að þegar hann kom til að uppfylla lögmálið, hvað dettur ykkur í hug þá? Þá fer ég alltaf í það að hann var að uppfylla það sem var ritað hann. Og í raun og veru uppfyllingin þessum það sjálfsögðu fáum við réttlætið frá hans tilverknað fyrir trú. Ásamt sem þóttalega Guði fáum við fyrir hann og ekki fyrir hlýðninni á lögmálið sem sjálft sem að díokísín eða þau sem sagt réttlætið, en við fáum í raun og veru af náði og fyrir trú og það þetta réttlætið sem ástand sem þóknað fyrir Guði sem við fáum fyrir tilverknað Jesú Krist og hans hlýðni og uppfyllti þannig kröfur lögmálsins á okkar hálfu, en það þýðir ekki að gefa okkur leyfi til þess að lifa sinn. Ég held að maður fyrir að spila þetta svona hægt og glósa. Út af því að þú talar á 250. Annars þetta tekið bara hálftíma að segja frá þessu sko. Alltaf, við megum hann ekki að tíma það. En við tökum þetta í samhengi við að þegar Jesús tók skýringnina og þú veist, og uppfyllt allt. Og svo til þess að uppfylla allt réttlæti. Og eftir það þá var hann eiginlega bara að sýna hvernig á að lifa lögmálið út, sko. Og þegar hann segir hann kom til þess að uppfylla lögmálið, þá var hann kominn til þess að túlka það á réttan hátt. Sem svolítið kaldhæðnislegt í sjálfum sér, einn punktur. Það var miklu léttar að halda lögmálið áður en Jesú kom. Nei. Mér finnst það. Léttar? Já, miklu léttar. Að því leyti og rökinu svo, þegar hann segir, ef þú í hjartaðinu girnist konu eða hatar náman, þá er frekar framið morð og þegar þetta ríkt morð með henni. Það er miklu léttar að kaupa bara út sumarbústað upp í sveit og vera ekki með síma eða net og ekki girnast neina konu út af það ert ekki að horfa á það. Og þá er það miklu léttar að halda lögmálið í sjálfum sér. En þarna er nefnilega málið, þegar hann kemur til að uppfylla lögmálið, þá kemur hann til að túlka það og sýna okkur hvað lögmálið var þýðir. Og þarna, við lesum þetta bara mjög fljótlega þarna með ef þú horfir á konu í gildar hlut. En hann er alltaf að sýna okkur hvernig maður uppfyllir lögmálið með því að hann lifði alveg rétt og hann lagði réttan skilning í lögmálið. Og þetta er mjög gott dæmi að þú veist, skilningum manna á því að þú skalt ekki morð fremja sé bara að þú mátt ekki taka hausinn af einhverjum. Það er svona short. En tilgangur lögmálsins með því að segja að þú skalt ekki morð fremja er að þú skalt ekki hata náungaðinn. Hann vill ekki að við séum í þessu óvinveitt hvort öðru og svona, því að lögmálið vill að við elskum hvert annað. Þannig að Jesús kom bæði þess að túlka það og útskýra það og líka lifa eftir því. Þannig að hann lifði þess að allt saman eftir lögmálinu. Og þá erum við líka að tala hreinsunarlögin, þá erum við að tala svínakjötið og Jesús var ekki að éta svínakjöt og hann var ekki að... Nei. Finnst ykkur við ættum ekki verið að borða svínakjöt? Ég fór að pæla mikið í sem Hrafngeir fór að segja mér hann borðaði svínakjöt. Þetta er nefnilega mjög góð punktur. Ég held að þegar Pétur sá, ég held að vera að vísa öllu hreinu. En við raun og veru varum, En svo kom hann að aðra útfærslu, þannig að nú er ég bara... Ég fór ekki hindurs heiðingja. Sko, ég tala hann að þegar hann sá sýnuna það sem að óhreinu matur það var alltaf tákgrænt það sem að Guð var að sýna að fólkið sem að hann átti að vera að senda til var óhreint, sko. Að Guðsríki var mat og allt sem það falla ekki mat, sko. En það er kennt ofta mörgum í Péturssonarsöfnum að það sé mat. Síðan líka kennt þegar þau kom allir saman, það var matur og gyðingarnir fóru með eftir Talmúd, með kenningu forfæðurinn með handaþvottinn og blessarinnar og fara með bæn og fór hendur fyrir mat. Og þá var hann áveitjaður af farisjánum, þú veist, lærisveinarnir þínir, þeir eru ekkert að syngja þessar bænir og strífa svo puttana og eru bara að fara í matinn og það er að þeim. Þá sagði hann bókstaflega, þú veist, það er ekki það sem þeir eru að setja ofan í sem gera það óhreina. Þá var talað að borða með skítugar hendur er ekki það sem að gera óhreina, þetta er það sem kemur upp og þar með kemur það sem að sló mig, fyrsta skipti og einni staður þar sem að kommentari viðauki er settur inn í textan og það sett inn í svona upprópunarmerki sigrum megin við og þar með lýsti Jesú alla fæðu hreina. Og það er eina skipti í Biblíunum þar sem falskur texti er settur inn í með engan vitund á bakgrunn og enginn ekki Kristi eins og stiður við. Þetta er alveg heilt debate og margar skoðanir á því, sko. En það var það sem á mínu tíma ég var glænir. Já, þetta er ekki sniðugt. Þetta er líka bara mjög óhollt fyrir líkamann og það er ástæða fyrir þessu, sko. Ég borða bara eins og áður, sko, bara jólunum. Það var mjög leiðilegt. Ég finnst bara jónskinka geggja góð, sko. Það er samt komið svolítið langt út af því að við vitum að þetta var mikil umræða hjá gyðingunum og það voru margir kristnir
gyðingar sem að trúðu Jesú og svo voru margir sem voru ekki gyðingar sem trúðu Jesú og þetta var hörð deila milli Páls og Péturs og þeir tóku fund í Jerúsalem þetta apóstolarnir þar sem þeir ákváðu að ættu ekki að leggja meiri byrðar á heiðingjana heldur en að halda sér frá kjöti af köfnum dýrum og frá saurlefnaði og blóði. Og þær myndist ekkert á svínakjöt sem að segja mér það að ég get alveg borðað svínakjöt. Það er ekki synd. Síðan getur við einbeita aftur að það var svo auðsjáanlegt að það myndi aldrei þurfa að rífast svínakjöt. En á sama tíma viðkynni það að svínakjöt er alls ekki gott fyrir okkur. Og bara, mér skilst þetta að láta það vera, en það er engin synd að borða svínakjöt. Nei, og síðan endan að ég sæja að þeir sem éta svínakjöt eru þeir sem eru í helvíti og það er alveg margt. Já, þeir náttúrulega bara það deilum við það enda. En hvað hefði gerst ef þú hefði verið gyðingur og þú hefði borðað svínakjöt? Það var ekki í hreinsunarlögum, þannig að þá hefði orðið óhreinn og það er ekki getað komið á musterið. En það er ekki það að þú hefði bara skorinn af sáttmálunum í Guð. Heldur bara alveg eins og ef þú snertir lík, skilur, þá ertu óhreinn, þú getur ekki komið fram í helgidóminn, þá er ákveðin hreinsun sem þetta eiga sér stað áður en þú getur komið fram fyrir Guð. Þannig að þetta er að því kaliberi, sko. Þannig að þetta er ekki hjálparasatriði, sko. Þannig að við getum alveg borðað svínakjöt, en það er kannski ekki gott fyrir okkur. Já, ég er ekki að meina sem þannig, það er sem synd sem aðskilur frá Guði. Í versta falli farið bara í magann, sko. Og það er mjög mikið að gera það getur aðstæðum í kringum því að það geta salta kjöt. Það er helmingi skár að geta svínakjöt en taka í lumru, skilur við. Í sjálfum sér. Þeir voru ekki hægt þessu. Já, en það er að tala það sem þú ert að gera það sem best fyrir þig og ert að gera þig trúrækni það er mjög gott að tala þessum hlutum. Já, og Guðs ríki er ekki matur og drykkur. Nei, þetta er fögnuður og gleði í heilum manna. Amen. Fínt að hafa svona heildarmyndarækni. Af hverju les fólk ekki allir Biblíuna? Ég held að ég hafi bara miklu meiri skilning á heildarmyndinni, sko. En mér finnst alltaf svo gaman að tuða þetta og þetta pirrar svo marga. Þetta er svona skapa skemmtilega umræður. Já, við erum búin að skapa við getum tengt þetta. Við erum búin að röfla illanda, við erum búin að röfla svínakjöt. Við erum eftir að tala þegar Jesús rak illandana í svínakjöti. Já, það kemur tenging. Það kemur tenging. Ok, já. En það er alveg svo geggjað líka sem að segja að, þú veist, það mun ekki smá stafur eða stafkrókur falla á lögmálinu uns allt er komið fram. Og þú veist, það sem að, og þá er líka, þegar lögmáli hefur bara einhvern veginn fullkomnast og fullnast, sko. Og hann gerði það í Jesú, sko. Já, og hann til að himinn jörðum líðandi lok. Hún er ennþá hérna. Já, nákvæmlega. Það er áhugavert. Og hann, mér finnst svolítið pirrandi hvað Jesús er alltaf að setja mikla kröfur á okkur, sko. Þannig að segir, ef réttlæti ber ekki að réttlæti fræðimanna á farisea komast þér aldrei í himnaríki. Já. Mér finnst þetta alveg svona auðmýkandi punktur. Auðmýkandi það við að við vitum að við erum ekki með réttlæti á því kaliberi og fræðimanni sem er grammateus sem er eins konar fræðimaður öldunni í flóknari spurningum í lögmálunum. Það var sko sérstaklega skipaður nefnd af 3 mönnum eða eitthvað í Ísrael sem voru gaurarnir sem að öldunni voru að rífast flóknari atriði í. Þannig að hann verður að segja bara basically þarna að það er engin sens fyrir ykkur að komast í ástand sem er þóknarlegt Guði nema fyrir trú á mig. Þannig að þið getið það ekki sjálfur það. Einmitt. Og ykkar eigin mætti. Það fann maður líka til að spyrja hvað er réttlæti, sko. Já. Og það er því að farisearnir, þeir fylgdu lögmálinu bara eins mikið og þeirra skilningu leyfði því, sko. Já. Þeir voru ekki bara Þetta gerðu, já. Þú voru að beða 2 dag og svo báðu þeir ekki. Þeir bara segðu ef þú ætti að beða 2 dag þá báðu þeir bara 3 svar. Já, þeir bætti alltaf við. Já. Þess að vera öruggir, sko. Saddukeðarnir héldu þessu hreint lögmál, eins og maður segja. Þannig að, þú veist, hvernig getum við það? Þetta er svolítið góð endapunktur bara. Ef réttlæti okkar ber ekki af réttlæti fræðimanna og farisea, komumst við aldrei í himnaríki. Hvernig komumst við þá í himnaríki? Með réttlæti Jesú, sem að tiljöfnum okkur, sem réttlæti tiljöfnum okkur og við erum samþykkt að Guði fyrir hans tiljöfnum. Það er ómeðurlegt og fyrir okkur að halda upp í stöðunum sem að Guð setur fram. Það er bara getum ekki. Nei, þess vegna þurfum við á, þess vegna kom Jesús. Já.